Herra forseti, eitt af hlutverkum þeirra sem gera stjórnmál á vettvangi starfs síns að hlusta jafnt á máttugar sem vanmáttugar raddir almennings, enduróma skoðanir og hugsanir einstaklinga í samfélaginu. Ég ætla að gera það nú og deila með ykkur pistli sem kona skrifaði og hennar sýn á það ástand sem ríkir á Íslandi. Hún sagði með leyfi forseta: enn ég hugsi, nú lofa menn bót og betrun, reglum til að hindra stofnun aflandsreikninga, lofa að lesa betur reglur skráningu eigna og lofa að setja reglur sem loka okkur öll inni. Algjörlega háð því fólki sem hefur rakað til sín meirihluta eigna og auðlinda sem til á Íslandi og láta enn greipa sópa. Ég að hugsa hvort ekki væri ráð að opna allt frekar en að loka. Opna fyrir að ég og þú sem eigum ekki við það vandamál að stríða að eiga allt of mikið af peningum gætum fengið lán í erlendum bönkum og greitt upp verðbættu íslensku lánin. Opna fyrir að við getum tryggt hjá hvaða tryggingafélagi sem í heiminum í stað þess að vera rígbundin íslenskum tryggingafélögum sem í eigu fólks sem sólundar bótasjóðum í útlöndum og mokar arði í stífilinn sín. Þannig losnum við frá samtryggingabandalagi ríkra á Íslandi sem greinilega raðar sínum mönnum í efstu sæti stjórnmálaflokkana. Ég hef alltaf trúað að ég eigi að styðja við íslenskt samfélag og versla við íslenska aðila, en ég efins eftir að hafa séð hvernig íslensk fyrirtæki hafa hlaupið með peningana mína til útlanda, en ég sitt eftir með skitna krónu og borga hæstu vesti í Norður-Evrópu og hamast eins og hamstur á hjóli við að vinna fyrir hverri krónu til að láta enda ná saman og borga lánið, tryggingar og fleira sem fer í vasa þeirra sem hafa enga samvisku gagnvart íslensku samfélagi. Svo mörg voru þó orð, herra forseti. Og þessi rödd talar eflaust fyrir munn margra sem hafa áttað sig á því að þau eru bara hamstrar á hjóli fyrir þá sem eiga peninga á Íslandi. Þessu verðum við að breyta í sameiningu og byggja upp samfélag sem byggir á jöfnum tækifærum fyrir alla, en setur ekki fólk í tvo hópa eins og svo sannarlega núna. En til þess að við getum gert það, þá verðum við að ganga til kosninga og endurnýja umboð okkar hérna þeirra sem starfa hér á Alþingi, því það algjör trúnaðarbrestur orðið í samfélaginu.